I'm gonna sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of my God. I'm gonna sing of the goodness of God. Halló. Gaman að sjá okkur. Hjartalega velkomin. Ég heiti Sigurður. Ég var hérna nokkur sinnum að tala og biðja og vera með ykkur fyrir tóknum síðan, en ég að koma aftur og mér langar ég sé þetta sé engar hérna sko fyrir ljósunum. En Óli bað mig vera með bænarefnin og við vorum að biðja hérna inn á þann og fekk sérstaklega til mín að ég ætti að biðja sérstaklega og brjóta af skömm. Og skömm getur verið alls konar. Oft það samt skömmin sem heldur okkur frá því að við komum fram fyrir Guð þegar við þurfum þess. Vegna þess að við skömmumst okkar. Vegna þess að óvinnur hefur komið, hann hefur náð að gera eitthvað, við höfum fallið. Það í alls konar, getur verið hvað sem er. Það ekkert endilega áfengi eða eiturlyf, getur verið klám, getur verið alls konar hlutir sem við vitum ekki góður og ekki rétti fyrir okkur. Og þá skömmumst við okkar og við komum ekki fram fyrir Guð. Og mér fannst Guð leggja það sérstaklega á hjarta mitt að biðja inn í þetta og brjóta þetta bara af okkur öllum. Og Drottinn minn, ég bara þakka þér fyrir, Faðir minn, að þú ert lifandi Guð og þú sýnir okkur, Faðir minn, hvað það er sem við erum að eiga við. Og ég þakka þér fyrir það, Faðir minn, að þú sýndir mér þetta, Drottinn minn, og ég brýt þetta af einum og sérkunum hér í kvöld. Faðir minn, að skömmin megi fara héðan út núna, ég skip henni í burtu. Ég hasta á hana og ég brýt hana af einum og sérkunum. Og ég bara bið fyrir því, Faðir minn, að þú megi, Drottinn minn, snerta við hjörtum eins og sérkvæs hér í kvöld. Þú megi mæta inn í aðstæður eins og sérkvæs. Þú megi gefa gegnumbrotið, Faðir minn, sem við erum að leita af. Hjálpa okkur, Drottinn minn, að vinna sigur á því sem við erum að díla við. Geð okkur frið, Faðir minn, inn í tímann sem framöndan fyrir jólin. Faðir minn, burt með allar áhyggjur. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af neinu þegar við tilheyrum þér. Þú hefur, Faðir minn, sigrað þennan heim. Í þér, Faðir minn, höfum við allt sem við þurfum. Hjálpaðu okkur bara að leita þín. Hjálpaðu okkur bara að leita þíns ríkis og réttlætis fyrst og þá mun okkur allt annað veitast að auki. Biðið, Faðir minn, að gefa þetta inn í líf fólksins, Faðir minn, systkina minna hér í kvöld, bræðra og systra. Burt með skömmina. Burt með alla skömm í Jesú nafni. Halleluja. Ég bara bið ykkur að stíga út á þetta. Ef það hefur verið eitthvað skömm, bara komið aftur fram fyrir Drottinn. Farið á hnén í kvöld, biðjið Guð, bara fyrirgefðu að það kann að vera eitthvað sem við höfum brugðist í. Að við megum bara stíga aftur inn í lifandi og persónulegt og gott samfélag við hann, því við þurfum að honum að halda alla daga, líka sérstaklega núna í desember. Ég þekki það bara með mitt eigin líf að það hefur oft í gegnum árin þegar það var erfitt og það var erfitt í desember. En það þarf ekki að vera það. Og ég svo sem fekk engin sérstök önnur bænarefni, þannig að þetta er bara sem ég fekk til mín. Biðið fyrir vitnisburðunum hjá strákunum eftir, bara blessa ykkur og smyrja ykkur. Og síðan minni ykkur á fórnina. Það er gott að gefa. Þótt að það þarf ekki að vera mikið. Bara að stíga upp og ganga fram og gefa Drottni, þótt að sé bara lítið, það er allavega fyrsta skref. Og Guð sér það og hann elskar það. Þannig að ég bið Guð að blessa ykkur í kvöld í Jesú nafni.
person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to. I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to. I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah. The blood could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Oh, it was your blood. Cannot explain, but there's nothing more real than this. In the presence of God, oh, what my heart experienced when my shame hit the wayside and my sin hit the most high. I've been washed from the inside. I've been washed from the come on side. Was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you. En svo magnaða texti, hlustið á þetta. It's never been about performance, perfection, or striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be holy or righteous, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy, forgiven, justified, really live it? Let me tell you, it's only by the blood. Hallelujah.
So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. Who I could separate us and now. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
Yfir hjörtin öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús, eins alltaf böl sem bindur brotið Ég lýsi yfir von og nýju frelsi, segjum Jesús. Syngjum saman þitt nafn. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skuggann, þú Guðs son. Ég vil fá að nefna nafnið Jesús, yfir það sem óttinn lamaðar, við hvern þann sem að byrðar beri þunga, segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skuggann, þú Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skuggann, þú Guðs son. Frá fjallsbúinn hrópum Jesús, Jesús strætum á, Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Frá fjallsbúinn hrópum Jesús, Jesús strætum á, Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skuggann, þú Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skuggann, þú Guðs son. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús, yfir hjörtin öll og hverja sál. Því það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Jesús, heilar, heilar, Jesús. Frá fjallsbúinn hrópum Jesús,
strætum hann Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá Yfir alla vini ég segi nafnið hans Jesús nafni Jesús sem að brýtur lækna. Það nafni Jesús sem gefur okkur von. Það nafni Jesús sem að gefur nýtt líf. En ég er að upplifa núna að stundum þá þurfum við bara að rísa á fætur og segja, þótt við finnum ekki alltaf fyrir hann, þá þurfum við bara að rísa á fætur og segja, Guð, hér er ég. Af því að Guð er herramaður, við tölum svo oft það, hann er herramaður. Óli segir að hurðarhúnninn, hann er þín megin. Hann ætlar ekki að ryðjast inn í lífið þitt þegar þú vilt það ekki. Ef þú ert ekki tilbúin að sleppa tökunum á fíkninni, ef þú ert ekki tilbúin að sleppa tökunum á því sem þú ert búin að vera að halda í, þá ryðst hann ekki inn í lífið þitt. En kannski í kvöldið sem þú þarft að opna hurðina fyrir hann, að hleypa honum inn í hjartað þitt. Og þá þurfum við stundum bara að segja, hey, í kvöldið, að rísa á fætur og syngja, saman þótt þú kannski trúir þessu ekki alveg, þú ert ekki alveg viss með þetta. En ef við byrjum bara á því, ok, það er eitthvað hérna. Ok, nafnið þitt það er kraftur, nafnið þitt það er von. Og áður nú veist að er skapari himins og jarðar búinn að mæta þér og umbreyta lífið þínu. Áður nú veist að þá er allt myrkrið sem að þú ert í akkurat núna orðið bara birtu. Að Guð mun taka þér frá dýrð til dýrðar. Hann mun taka beauty, hann mun taka ashes to beauty. Hann tekur allt það sem að við skömmumst okkar fyrir, allt það sem er búið að halda okkur niður í ár eftir ár eftir ár og er bara byrði og er bara keðjur og hlekkir. Hann brýtur þetta og hann leysir og hann gefur von og hann gefur nýtt líf. En við verðum að hætta þessum aumingjaskap, krakkar. Við verðum að rísa á fætur og segja, hingað ekki lengri, ég tek stöðu mína, Guð, komdu inn í hjarta minn. Guð, komdu, breyttu lífi mínu. Við getum ekki verið bara dag eftir dag í þessu ruglu og þessari vitleysu. Við verðum að rísa á fætur af því hann gaf okkur þessi frjálsan vilja. Þannig að mig langar að þú þarft að taka þetta skref. Þá langar mig að þú standir á fætur af því kvöldi þar sem að þú ætlar að opna hurðina fyrir honum. Þar sem að þú ætlar að segja, Guð, komdu inn í líf mitt, komdu inn í líf mitt. Ég get þetta ekki án þín af því við getum þetta ekki án hans, krakkar. Af því að það er nafnið hans sem gefur frelsi, það er nafnið hans sem gefur líf. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skuggann. Þú ert Guðs son, þitt nafn
að bjóða þig velkomnin í hjarta okkar, inn í líf okkar, til þess að umbreyta þig, Drottinn. Þannig að takir okkur dýr til dýrðar, þér til dýrðar, Drottinn. Að megi allt líf okkar frá þessum tímapunkti, 9. desember 2024, vera upp á við, Drottinn. Að allar eigar afsakanir sem við erum búin að búa til, sem við erum búin að lifa í ár eftir ár, að þær megi bara visna upp og hverfa, Drottinn. Og við fáum að mæta þér, sannleikanum sem í þér, Drottinn. Við lofum nafnið þitt í kvöld. Takk fyrir frelsi sem í þér. Takk fyrir lífið sem í þér, Drottinn. Syngjum saman einu sinni enn fyrir nafn. Má heyri ykkur. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skuggann, þú ert Guðs son. Amen. Nú ætlum við að fá að heyra vitnisburð frá þeim Birni. Það sem að Guð tók hann og að taka hann frá dýr til dýrar. Amen. Ég Guðs son. Jæja, hvað segið þið? Já, ég var semst að tala til ykkar, segja ykkur aðeins frá mér, kynna mig svona, en ég standi ekki bara alltaf hérna gargandi upp á sviði að slá einhverja strengi og sveifla hárinu. Þetta byrjaði ekki þannig, en hér er ég samt. Og ég er sem sagt búinn að vera edrú núna í 21 mánuð. Komið það langt að ég fann að hugsa aðeins. Ég held að það myndi aldrei gerast í lífinu. Ég myndi alltaf vita nákvæmlega dagsetninguna og eitthvað. Núna gleymi ég þessu eitthvað. Það er mjög gaman. Alltaf þegar ég gleymi því þá er alltaf bara yes! Ég er svo ógeðslega miklu bata maður. En þetta var ekki svona til að byrja með. Þetta var mjög erfitt. Ég byrja bara að drekka og eitthvað, þið vitið öll hvernig þetta er sem að þið hafi pröfað þessa leið, skilurðu, þetta er rosalega lausn fyrst út af því að ég gati ekki, mér fannst ég ekki geta verið ég sjálfur, ég var einhvern veginn ekki alveg ég fittaði, það var eitthvað sem var ekki alveg rétt, skilurðu, smá kvíði, félagskvíði, ég var pínu skrítinn í kringum fólk og svona og mér langaði, því ég hef ógeðslega gaman að því að vera svona skemmtilegur og með brandara og mér langar að kynnast fólki, skilur, en síðan þegar ég er í kringum mikið af fólki þá fer ég alveg bara, ég veit ekkert hvað ég á að gera og það er ógeðslega leiðilegt að horfa á samræður og vilja taka þátt í þeim en get ekki tekið þátt í þeim og þetta er svona meinið sem byrjar að vinda upp á sig, þetta er í raun og veru út af því mér langar að tengjast einhverjum og er ekki að ná að gera það þegar ég er bara venjulegur edrú, bara eins og Guð skapaði mig. Að þegar ég kemst í áfengi þá átta ég mig á því að þessar hömlur fara og ég er bara búinn að finna svarið, skilur auðvitað af hverju er ekki búinn að segja mér frá þessu fyrir, skilur hvað er málið með þessar varnar auglýsingar eitthvað, þetta er bara bull, skilur og ég fer náttúrulega bara all in, skilur þetta verður bara minn Guð, má segja og eitt leiðir á öðru. Ég fer að pröfa önnur efni og aftur finn ég minn æðri mátt og ég tilbið það. Í alvörunni tilbið það. Ég veit ekki hvort að þið tengi við það, skilur, en það er vitundarsamband við þetta efni, skilur. Og síðan hættir það að virka og það er ótrúlega erfitt þegar eitthvað sem ég var búinn að finna lausn á sem er að mér leið ekki vel í eigin líkama, skilur. Ég var einhvern veginn ekki ég gat ekki verið ég, skilur, af hverju get ég ekki bara tala við fólk, skilur, af hverju þarf ég alltaf að vera fangilsi, eitthvað svona, ég veit ekki hvað ég að segja, hvað ég að gera og hvernig ég á að vera og eitthvað og bara, ég þoldi það ekki og þetta var lausnin við því, síðan þegar ég er búinn að nota það mikið að það er ekki lengur lausn, þá sit ég bara í súpunni, skilur, ég veit ekki hvað ég á að gera, ég fæ mér og það gerir ekki það sem á að gera, það gerir það bara verra ef eitthvað er, ég fer að
einangra mig, mér líður illa, ég óþægilegur á því, ég óþægilegur því ég ekki á því og það alveg saman hversu mikið ég með það á og þetta þarf akkurat að vera í réttu magni og þetta landin þarf að vera hérna og ég þarf að vera með þetta hérna og síðan verður þetta alveg saman í eitt svona súpuna og þá líður mér rosalega vel og ég einhvern veginn að reyna að halda því saman og þetta gengur samt ekki og ég kvíða fyrir þetta að vera búið og síðan veit ég ekkert hvernig ég á að vera og væri að vakna ég á morgun og eitthvað svo allt í henni fæ ég hennan rétta skammt skilur við búin að vera hefi lengi að reyna að ná honum og þá bara kemur svona yndisleg þögn bara og ég sit bara og bara þarna var þetta ok, ég held þetta væri farið og þá get ég bara setið alveg slakur og tala við þig og hvað segir þú, hvað er frétt í þínu lífi og segðu mér aðeins meira frá þér og það getur verið sagt við mig, heyrðu það verið að ræna sjónvarpinu þínu hérna og ég bara, já veistu að hann má bara eiga þetta þegar alveg, þú veist, ef hann er að leita sjónvarpi og þá ég á sjónvarpi, ég er ekki að horfa á sjónvarpi núna, skilur, þetta þú veist hvernig lífið skilur, og svo byrjar þetta aftur og kemur þetta út af því að það vindur ofan sig, efnið hættar að virka og þá byrjar maður að vera óþægilegur og ég nenni ekki að tala við þig og ég fer að leita og er í símanum og það er enginn að svara og ég er pirraður og svona lífið mitt bara, skilur, bara smá augnablik út af því að það er ekki lengur að virka, skilur, og augnablikið það kostar svo ógeðslega mikið, það tekur allt frá mér. Mér er alveg sama allt nema þetta augnablik, skilurðu, og ég veð eld og brennistein til að ná mér í efni og mér er alveg sama hver verður fyrir mér og það er rosa erfitt að finna fyrir því og vita að maður er bara að deyja og allir manns draumar eru farnir og þá hefst fyrsta skipti á æfinni þegar maður er komin á botnin og byrja maður að reyna að spyrna sig við og það er ekki alltaf maður fær ekki alltaf rétt að stigan skilur, hann er ekki alltaf í réttri lengd og svona skilur, þetta er mikið bras og þegar maður er að byrja að komast upp þá oft kemst maður maður er búin að grafa sér svo langt onni í holuna og þetta er svo mikið vola, maður er búin að svíkja svo marga að maður er að reyna að koma sér upp og maður verður aðeins betri og maður er búin að koma sér í meðferð og búin að borða og líður aðeins betur og þá fer maður að, þetta er svona, mér líður eins og ég sé búin að grafa mig upp úr holunni, skilur, orðin aðeins edrú, mamma farin að tala um henni, búin að borga skuldir, þá líður mér eins og það sé komið svona loftgat á holuna og þá er ég bara wow maður, wow hvað þetta er gott, ég er bara ekkert svo viss þetta verður eitthvað betra en þetta, skilur, ég er bara, takk fyrir mig, ég er búin að heyra allt þessi samtök sem er í og bara, takk ykkur kærlega fyrir, ég þarf ekkert á þessu að halda, þetta eru mínar fyrstu tilraunir, skilur, út af því að volaði sem maður í er svo ótrúlega vont, skilur, bara smá loftgat gerir það að verkum að ég held bara, ég get lifað aftur, en síðan kemur náttúrulega því að maður þetta er eitthvað mein sem er inn í mér, eitthvað sem ég á svo erfitt með að skilja, út af því ég er að lifa í lygi, skilur, allt mitt líf er lygi, það er ekkert í kringum mig sem er eins og það er, skilur, og það er ekki fyrir en að ég labbi inn á Hlaðgerðarkot og ég byrjaði að reyna að taka Guðinn í lífið mitt en það gengur brösulega og ég er rosa mikið á stýrinu, skilur, og segja honum aðeins hvort hann sé ekki með stefnuljós og svona, skilur, eitthvað en síðan bara þegar maður er búin að pröfa það og átt að segja því að það er einhver þessi uppgjöf er í raun og veru, af hverju vill ég ekki gefast upp? Ég er búin að spá því svo mikið, af hverju vill ég ekki bara segja, ég er bara búin að ég bara þarf hjálp og eitthvað. Ég held, mínu tilfelli allavega, sé það út af því að ég vill ekki tapa, skilur. Egóið er svo sterkt, skilur. Ég vill ekki hafa haft rangt fyrir mér að það sé í raun og veru þannig að ég kunni ekki að lifa lífinu mínu, skilur. Það er ógeðslega sárt að heyra það að þú kannt ekki að lifa, skilur. Þú kannt ekki að fara með þig, skilur, og bara, hvað á ég að gera við það? Sérstaklega þegar maður er ekki með Guð með sér, þá einhvern veginn er svo erfitt að heyra að maður sé bara gjörsamlega vonlaus, skilur. En það sem er að gerast þarna er að í fyrsta skipti er maður í raun og veru, maður er að reyna að komast yfir hennan vegg, að þora að deyja gamla manninum, skilur. Út af því að það gerist ekkert fyrir maður sleppir takinu, skilur. Þetta er bara, you're going to the other side, skilur. Það er bara önnur vít sem maður er að fara að koma og maður getur ekki haldið í neitt í gamla lífið.
Ég er búinn að pröfa allt, skilur, og það gengur aldrei. Þú ert með einn fótinn hérna hinum megin, þá einhver pissar einhver gæja á hann og allt í einu þú orðin, þú veist, komin pissulykt af þér, skilur. Og þá fattar þau bara, ég get alveg hvað sem er verið í það megin. Skilur, það þarf svo lítið. En hérna ganga með Guði, þú veist. Það gaf mér hugrekki. Það var hugrekki að horfast í augu við það að ég er gjörsamlega bara ekki glataður. Og oh my god hvað ég var hræddur og það, wow, hvað ég var, og ég vissi ekkert hvað ég átti að gera en hérna það sem tók við var bara, veist, út af því að þarna kemur bara hvað á ég að gera núna og það eina sem er bara að treysta og ég veit ekki hvernig það er hægt að útskýra fólki annað en það bara er að það er allir að benda mér í þess átt voru að fara þangað, gera þetta og tala svona og fara þarna og vera með þessum og þá gerist eitthvað og bara útskýra þetta meira fyrir mér. Það er ekki hægt að útskýra þetta meira. Þetta er bara til þess að fá trú og það maður að treysta, skilur við. Það er einhvern veginn, og hérna, það er ekki hægt að útskýra, en þegar maður gengur þetta skref og þegar ég gekk þetta skref, Guð minn góður, sko. Það sem ég fekk, veist, og það sem ég vildi ekki fá en átt að fá, skilur við. Og það sem ég bað og fekk óvænt og þú veist, þá hugsaði ég, ég kannski ekki að passa mig á hvað ég er að biðja sko, því að ég bað hann að sýna mig hvað er að mér og kenna mér að treysta honum og stuttu seinna þá hætti kona mín með mér og ég var alveg brjálaður hana og ég hugsaði, ég settist niður í einrúmi ég ætla að skilja ykkur eftir með þetta og þegar ég búið með þessa 10 mínútur ég fór inn í herbergið mitt í einrúmi og bara lokaði mér í þögn út af því að það var eitthvað sem saði við mig að þú ferð inn í herbergið, lokar að þér, situr í þögninni, þá farðu svar og ég er náttúrulega bara, hvað rugglut allir er þetta? En svona eru svörin hérna megin, sjáðu þið til. Hérna megin eru svörin, þau liggja ekki augum uppi, en ef þú hlustar á það sem er sagt og gerir það, þá allt í einu koma svörin. Þarna sat ég í þögninni og allt í einu flaug í hausinn á mér, þú baðst þetta. Ég bara, ha? Og ég hugsaði, þetta getur ekki verið ég er ekki svona gáð. Baði ég að hún hætti með mig? Nú skil ég ekki alveg hvað er í gangi. Og hérna fór að hugsa þetta aðeins. Og þá baði ég líka sýndu mig hvað er að mér. Og hvað er að mér í grunninn? Ég elska ekki sjálfa mig. Og hvað var hún fyrir mér? Hún átti að bjarga mér. Ekki ég. Skiljiði? Þetta sá ég allt bara einu augnabliki, skiljiði. Og ég var 9 ára netru, þannig að það er ekki séns að ég hafi verið svona klókur, skiljiði, allan þá. En hérna, já, Guð er magnaður, hann gerir ótrúlega hluti og hér stend ég bara glaður, brosandi með fullt hjarta á Guði og hérna fæ að vera hérna og gera það sem ég elska og með ykkur og bara takk fyrir að hlusta á mig og takk fyrir að vera með mér og hérna endilega komið og talið við mig ef við viljið spyrja mig meira út í hvernig ég komst upp úr þessu út af því að hérna sagan getur verið endalaus. Hún er mjög skemmtileg líka. Takk fyrir mig. Já, þá syngjum við líka lag. Gratitude, þakklæti. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song was still, and you'll never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king except for the heart singing hallelujah, hallelujah.
I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Halló. Heyrist í mér? Herru, já, ég heiti Arnar og nú heyri ég í mér allavega. Halló, gæti vesen. Ég heiti Arnar og já, ég vinn sem smiður í dag og aftur, halló. Ég vinn sem smiður í dag, ég á yndislega kærustu og heimili og kannski kött eftir áramót, ég veit það ekki, ég er að hugleiða það. En og já, ég lifi góðu lífi, ég er í fínni vinnu og allt svona, já, rólegu, bara fínu lífi, en það hefur ekki alltaf verið þannig. Ég byrjaði í rugli þegar ég var bara 12 ára eða eitthvað og þá ég ætla að fá að vera fyrstur til að segja til hamingju þá. Takk fyrir. Og ég var að mynda að spá í edrúdeginu mínum þegar Finnbjörn fór að tala þetta áðan og eftir 6 daga að þá er ég búinn að edrú í 6 ár. Og já. En já, ég sem sagt, já, ég er fæddur í Vestmannum, flytti upp á Selfoss, missi mömmu mína því ég er 8 ára og við tekur einhvers konar sársauki, svona bara svipað eins og Finnbjörn var að tala um. Þetta var eitthvað svona, það vantaði eitthvað og þessu var ekki sinnt nógu vel. Ég var ekki sendur til sálfræðings, ég var ekki látin vinna úr móðumissinum og ég einhvern veginn byrjaði bara að leita sjálfur og ég upplifði það sama og Finnbjörn sagði þegar ég fekk mig fyrst í haus, þið vitið hvað það er sem að vitið, og þá einhvern veginn bara svona kom bara friður yfir huga minn og ég bara einhvern veginn gat verið ég og það var engin sorg, það var ekkert að og þarna var ég 12 ára gamall og ég kynnist þess að strák í vinnunni hjá afa mínum, var eitthvað svona, einhver handlangar í vinnunni hjá afa mínum, hann var að byggja hús og þar er strákur sem er svona 17-18 ára, nýlega komið með bílpróf, átti Benz og svona voða töffari. Þannig ég leit upp til hans og fer með honum í kaffi, bara 10 kaffi, eitt skiptið og ég var búinn að fara mjög oft með honum í kaffi og eitt skiptið þá bara dregur hann beglu og fær sér í haus og ég sá bara mest spennandi hlut sem ég hef séð. Ég er alveg mega stressaður. Ég hef ekki talað svona, þegar Laufey baði mig að tala þá bara, þetta er fínt, ég er gott að þessu. Fara út af þetta hendur mann. En já, þá sá ég mest spennandi hlut sem ég hef séð og þarna einhvern veginn opnuðist einhverjar dyr. Áfram hélt ég veginn bara og ég byrjaði mjög ungur á sjó, byrjaði á sjó 14 ára held ég meira að segja. Bjó á Tálknafirði við vestan og byrjaði bara að vinna fyrir mér og geta átt fyrir því sem ég vildi geta átt, sem var aðalega dóp og fíkniefni. Ég hugsa, ég var í 10 ára á sjó. Ég hugsa ef ég hefði tekið allan hennar pening og notaði eitthvað annað heldur en það sem ég gerði, að þá ætti ég sennilega einbýlishús í dag. En já, svo einhvern veginn fór bara hallund á fæti. Þetta var rosa gaman, alveg bara frá byrjun og svona langt yfir tvítugt. Þá var þetta bara ógeðslega gaman og en svo eftir tvítugt, ég fór í meðferð, held ég 18-19. Eftir þá meðferð, já, ég var tvítur, ég fór í meðferð. Fyrst, nei, ég var búinn að fara oft í meðferð, fyrir ekki. Ég var búinn að fara í meðferð 14 ára og 13 ára og allt fara fyrir pappa. En ég fer í meðferð tvítur og þá breytist eitthvað. Þegar ég kem úr meðferðinni og byrja að nota aftur, að þá er það svona eins og Finnbjörn talaði um áðan, þá hætti þetta bara að virka. Þetta virkaði alveg, en þetta virkaði ekki eins og ég vildi þetta myndi virka. Ég var bara kvíðinn, óttasleginn og þá fór ég bara að leita í einhver önnur lyf til þess að stoppa þennan kvíða. Þannig að ég fór bara og fann róandi lyf, byrjaði að taka það og hélt áfram að reykja. Og svona bara vall þetta upp á sig þangað til að ég var byrjaður að vera í geðrofum. Ég man sérstaklega eftir ég var fyrir norðan á sjó í
í einhverjum flóa og ég vorum á Skagaströnd, bæ sem heitir Skagaströnd, getur það verið að það sé til? Já. Og með áhöfnabát og ég var ekki búinn að sofa í einhverja 10 daga eða eitthvað og við rerum á daginn, kom minn seinnipartinn, allir fóru að sofa og sváfu til miðnættis og svo fóru við aftur út á sjó og svo voru að leggja okkur á leiðin í land og svona, en nema að ég lagði mig aldrei. Og þegar það voru liðnir einhverjir, ég man það ekki, 11 dagar eða eitthvað, sem ég var ekki búinn að sofa, þá náttúrulega byrjaði eitthvað að klikka í hausnum á mér. Og ég held að sko áhöfnin væri bara að plotta eitthvað gegn mér og talaði við skipstjórann sem ágætis kunningi minn í dag. Og hann bara, nei, það er ekkert svona, haltu bara frá að vinna, þetta er allt í góðu. Ég var alveg viss að, og þarna bara fór ég í land, sagði bara fokki ykkur, þið getið bara fokkað ykkur öðrum heldur en mér. Alveg farinn sko, í ykkur geðrofi. Og fljótlega eftir þetta, ég fór í fangelsi þarna á milli. Ég svo stressaður, ég svo langt sér að tala svona fyrir fólk, ég sé ykkur ekki einu sinni, samt stressaður, það svo mikið ljós hérna. En ég fer í fangelsi 2017, ég inni eiginlega allt 2017 frá miðjum febrúar fram í desember og ég held að það hefði verið eftir sjóinn og fer ég í fangelsi og svo kem ég og djamma í eitthvað svona 2-3 mánuði og fer svona á Vog. Og nei, þetta er ekki alveg svona. Ég kem fangelsi eitthvað aðeins fyrir og djammi mánuð og fer svona á Vog 15. desember. Það er 6 ár síðan núna eftir nokkra daga. Og já, ég kem inn á Vog. Ég ætlaði bara einhvern veginn svona að hvíla mig. Mér langaði ekkert að vera edrú. Ég held að þetta væri bara eina lausnin sem ég geti átt. Ég var búinn að, eins og Finnbjörn sagði áðan, ég var búinn að pröfa AA-sendinginn og ég gerði allt sem að, ég hefði gert allt sem að þau sögðu mér að gera og það virkaði ekki og mér fannst það asnalegt en núna í þetta skiptið að þá fer ég inn á Vog og þar yfir jól og áramót, fer svona Hlaðgerðarkot og ég fæ svona eitthvað svona taugafall inn á Vogi og ég laug af hjúkkunum þegar það tóku á móti mér og svo spurði mig hvaða neyslu ég var búinn að vera í. Ég sagði þeim ekkert að ég væri búinn að vera í róandi lyfjum og alls kyns dóti og af því að ég var einhvern veginn á Vogi með gaur sem þurfti að vera þar í 30 daga eða eitthvað af því að hann var að koma á róandi lyfjum. Og ég hugsaði að ég ætla ekki að vera þarna svo lengi og við varum búin að vera á róandi lyfjum í mörg ár og þannig að eftir 6 daga eða eitthvað inn á Vogi þá hrynur andlega, líkaminn bara hrynur og taugakerfið og allt rastlið, ég fæ bara taugafall. Og ég er bara grenjandi, ég bara ligg einhvers staðar, bara grenjandi og það kom einhver ráðgjafar bara að hjálpa mér og bara hvað er á, ég fer að tala um eitthvað læknir og ég veit það ekki og bara hágrætt og veit ekkert af hverju. Og þá er það bara líkamleg viðbrögð við því að kötta út þessa neyslu sem ég hef búinn að vera í svona lengi. Og læknirinn spyr mig hvort ég vil ekki bara fara á Vogslifið þarna og ég gerir það og það bara svona strax léttir yfir. En ég held samt áfram í eitthvað svona geðrofi dagann eftir þetta og það er ekki fyrr en að ég bara segi Guð bara, ég mundi bara eftir, ég er alveg aðeins upp í kristni þegar ég var yngri og ég bara Guð, hjálpaði mér og fór að lesa í AA-bókinni og ég sá línu sem stóð trúaði menn eru hugrakkir og treysta Guði sínum og ég bara greip þessa setningu og ég bara Guð, ég treysti þér, ég var búinn að kynnast honum áður þegar ég var yngri og ég bara tók svona ákvörðun að treysta honum og ég vaknaði daginn eftir, ég er ekki svona að grínast og ráðgjafinn minn í grúpunni minni á Vogi, hún sagði bara hvað gerðist? Ég fór frá því að vera bara svona og vil ekki segja neitt í því að vera bara geðveikt opinn og vilja geðveikt mikið tjá mig og það kviknaði eitthvað ljós og svo fer ég bara Hlaðgerðarkot þegar ég bæði við búinn að vera á Vogi í 27 daga held ég ætlaði bara að vera þannig í mesta lagi 10 og fer bara Hlaðgerðarkot, mér langaði það frekar heldur en að fara á Vík og það er bara eitthvað svona uppljómun, ég er bara á bleiku skýi og ég get eiginlega ekki lýst því sko, ég var að finna Jesú og ég fer að lesa í orðinu á fullu og ég kemur bara Hlaðgerðarkot og eftir nokkra daga þar þá var ég kallaður inn á skrifstofu af einhverjum ráðgjafum bara og ég vinsamlega beðinn að hætta að tróða biblíunni upp á alla. Ég var bara, ég var á svo bleiku skýi og mér fannst það svo geggjað og allt þetta fólk hafði ekki Jesú og það sem ég var að kynnast og ég bara, þið verðið að fá þetta. Og ég var bara að þylja vess á fólk og eitthvað og augljóslega þá eruðu allir þreyttir á því og en mér þótti þetta bara magnað og mér langaði að aðrir myndu fá að kynnast því og
Já, og svo er ég reyndar rekinn úr meðferðinni á Hlaðgerðarkoti, það önnur saga. Og þú veist, það munaði, ég var rekinn og það munaði svona litlu, ég þekkti ekkert annað. Ef ég ekki verið byrjaður aðeins að lesa bara í orðinu og að tala við Guð og kynnast Guði, þá veit ég ekki alveg hvernig það hefði farið, af því að það munaði svona litlu að ég dotti í það því ég var rekinn. En ég var búinn að ná mér í sponsor í AA-samtökunum og hann var svo elskulegur, hann á fullt af húsnæði út um allt og hann leiði mig bara að fá hérna íbúð og sagði bara vertu hérna og ég fór og sótti á Draumasetrinu og kynntist Óli svo pabbi minn í dag sko, hann svo búinn að vera svo góð við mig og svo kemst ég inn á Draumasetrið og lífið heldur áfram. Hérna ég bara öllum þessum dögum, mánuðum og árum seinna og í alvöru, ég hefði aldrei trúað því, ég eiginlega svona búinn að gleyma smá, það liðinn það langur tími, þetta er ekkert langur tími samt, en ég eiginlega bara, þegar Finnbjörn var áðan að tala þessar tilfinningar og þið sem hafa verið í neyslu, þið þekkið þetta svo, þetta er svo raunverulegt, allar þessar tilfinningar sem var að lýsa þarna áðan, að maður er svo fljótur að gleyma þessu einhvern veginn og það er svo gott að minna sig á það, hvar maður var og já. Ég veit ekki hvað ég að segja ykkur meira. Ég undirbjó mig ekki neitt, Laufey bað mig að tala og ég ákvað að undirbúa mig ekki neitt og tala bara. Og en já, bara takk fyrir mig og vonandi hjálpa þetta ykkur. Dásamlegt. Ég þarf eiginlega að fá borð. Þegar bjarga mér með borð. Já. Er það ekki gaman að fá smá innsýn í líf þeirra? Og út í að við erum bara systkini í Kristi og við þurfum að eiga þetta samtal oftar þar sem við vitum takk fyrir mín og takk fyrir vitspurðin. Ég bara með leiðin sem ég var að horfa á bíómynd og mér langar að vita framhaldið. Þú segir svo skemmtilega frá. Finnst ekki það ekki? Fannst ekki gaman að hlusta á hann? Má ég segja eitt? Út af því að ég er svo erfitt með að tala stutt, þá ætla ég að tala þess lengur. En ef þú situr inni og þú ert að tengja eitthvað við sögurnar okkar tveggja og þú ert á stað sem þú veist ekki alveg hvert þú átt að stíga og ert óviss með bara framhaldið og kannski veist ekki hvort þú sett að fara að detti í það og ert að díla við þessar tilfinningar, vertu hérna, komdu hingað til okkar. Vertu hérna, lofaðu Guð með okkur, út að ég get lofa þér, ef þú ert í kringum fólk sem er með Guði, þá smitast það frá þér, þá kemur til þín að fer í hjarta þitt og þú fattar það bara að hafði ekki heyrt mömmu ykkur eða einhver í kringum ykkur segja, sýndu mig vini þína og segja hver þú ert. Ég man bara þegar ég var inn á Hlaðgerðarkoti og það var að segja mér að búa rúmið mitt og ég skildi ekki hverju það skipti máli, síðan þegar ég fór að búa rúmið mitt, þá fór ég að taka eftir því að ég vildi hafa hreina í kringum mig og ég fór að skoða hinn herbergin sem voru ekki búið og ég fór að hugsa, ég vill ekki hafa þetta svona og fór að taka ennþá meira til og í dag þá fatta ég það að út af því ég byrjaði að búa rúmið mitt þá fór ég að vilja hanga með fólki sem býr rúmin sín, skiljiði hvað við? Þannig að bara ef þið finnst þetta stórt skref, byrjaði bara á rúminu þínu og ég get lofa þér, já nú veist að þá ertu bara með hauga vinum, allt með bara búið heima og allt að gera, endilega gott að vertu með okkur, takk. Dásamlegt. Ég elska nefnilega sögur fólks. Mér er svo gaman að... Já, ég heiti Laufey. Ég er mamma og amma og hamingjusamlega gift honum Bjarna mínum og stolt móðir og montin amma og bara alls konar. Og ég er búin að lifa alls konar tímabil í mínu lífi. Ég er 58 ára og ég komst til trúar þegar ég var 24 og það gerðist nú ýmislegt. Ég var búin að vera í nokkur ævintýralegum samböndum og mikið í mótuhjólum, var í sníklunum og reif kjaft og slóst og fór í fyrstu sambúðina mína, ég var 16 ára þá var maður sjálfráða þá í gamla daga, þá var maður sjálfráða 16 ára þannig ég bara labbaði út og fann mér aðeins eldri gaur og sem vildi búa með mér og ég fór bara að búa með honum. Endaði í slagsmálum en þá bara var sá næsti. Þannig þetta var dálítið þannig. Þangað til að bara Jesú banka á í hjarta mitt.
og ég var ekki alveg tilbúin að opna fyrir honum, en það kom að því að ég opnaði. Og ég hef aldrei litið tilbaka á gamla lífið sem að það væri eitthvað option. En ég mér langar að segja svo margt, en þetta eina af þessum fallegu myndum. Ég var að hugsa þegar, það var svo margt sagt í kvöld, þegar var að tala þetta, ég hafði ekki séð þetta málverk, þar sem Jesús stendur og að banka, svona stór tréhurð, og hann að banka á tréhurðina, og þú ert hinum megin, og hann að banka á hjartað þitt. Eins og hún var að segja, Óli segir að handfangið þín megin, og hann herramaður, og hann bankar á hjartað þitt. Og mörg okkar hafa upplifað, ég manni fyrstu samkominu sem ég fyrstu samkominu sem ég fór á, og mér fannst frelsa fólk, ég hef sagt þetta áður, að hallærislegasta hópur af fólki sem til væri, vegna þess að það var treyst á Guð í himnum. Það var treyst á sjálfan sig. Það var að vera hörkutól, og þess vegna byrjaði ég í sníklóri, þess vegna keypti ég mótorhjól, ég ætla enginn að stjórna mér. Og ég var alveg svakalega pirruð og reið. En ég fór að samkvæma og afa, og ég var alveg bara, afi sofnaði og hraut, og amma var alveg bara, hefur þetta fólk ekki heyrt krossfarirnar, og alveg brjáluð. En heilagarandi, eða predikarinn predikaði beint inn í hjarta mér, þannig ég bara svitnaði, og það var, hjarta mitt, það var bara og ég fór, tók Jesú inn í hjarta mig, og bara þvílík breyting í mínu lífi. Og það svo dásamlegt. En María, ertu hérna? Ertu til í sömu vilt svo síðast? Ég að þjálfa hann í að fara að predika. Nefnilega að koma að hjálpa mér. Ég þarf að tala svo með höndunum. Ég búið að spyrja Maríu, hvernig ætlar þú að gefa þig vitnisburðin? Þannig ég að þjálfa hann, hún að taka svona baby steps. Nú hún komin upp á svið og heldur á mikrofón fyrir mig. Nema, ég heyri svo frábæra sögu einu sinni, og mér langs að segja hana, og þú ætlar að hjálpa mér. Og nefnilega, það var eitt sem ég var að tala við síðast, og þá mundi ég eftir þessari sögu. Og þannig ég ákvað, því að ég sagði þessa sögu síðasta mánudag, þannig ég hugsaði með mér, þegar við vorum að tala saman, ég ætla að segja þessa sögu, hérna fyrir alla. Svo góð saga. Það var kennari, það hafði ég örugglega heyrt hann líka, einhverjir. Það var kennari sem stóð fyrir svambekkin, og hann sagði, hver leiga hana 5.000 skall? Og allir krakkandi bara, ég leiga hana 5.000 skall. Og þá sagði hann, ok, hver vill núna eiga hana 5.000 skall? Og allir krakkandi bara, ég vil hann. Og þá tók hann. Hver vill núna eiga hana 5.000 skall? Og allir í bekknum segi, ég vil það. Og hann tók. Mér langar að snýta mér í hann, en ég veit ekki hvað þessi 5.000 skall er. En bara, og jafnvel, rífa aðeins í hann. Sjáðu, smá rífi núna. Ok, og þá sagði kennarinn, jæja, vill ykkur eiga hana 5.000 skall núna? Og ennþá voru nokkrir sem sögðu bara, ég vil hann. Og kennarinn sagði, vitið hversu virði þessi 5.000 skall er? María, veistu hversu virði þessi 5.000 skall er? 5.000 skall? Nákvæmlega. Takk, þú mátti setjast. Þessi 5.000 skall, við vitum það öll, er það ekki? Það sama hvað við erum búin að gera við hana 5.000 skall, hann er ennþá 5.000 króna virði. Ég get ennþá farið út í búð og versla fyrir 5.000 skall. Þótt að hann sé rifin, og ég man hérna í gamla daga, þá stundur heimmaður, en sagði, ok, maður reif hann í tvenn, og svo lét maður, þú farið hinn helmingið þú ert búinn að eitthvað. Og alls konar svona villisa. En sjáu, hann var nú miklu flottar á hann. En svona er þetta með okkur. Þegar ég fæddist, þá var mamma og pabbi bara allavega mamma, pabbi þurfti að bíða frammi, ég er svo gömul, að mamma sá mig og bara
ást við fyrstu sýn og hvað hún elskar mig og hún elskar mig enn. Hvað er hún, 85 ára, eða ekki Inga? Já. Og hún elskar mig ekki minna í dag. Þótt að ég hafi verið þvílíkur svarti sauðurinn á tímabili. Og hún minni segi stundum, var hún ekki að segja við þig, mamma henni er nú ágæð, hún er svo vel samansett, miðað við koni gengi í gegnum. En mamma elskaði mig þegar ég fæddist, ég var hrein og, þið vitið hvernig með unga börn og lykta, yndislegasta lykt í heimi. Og mamma bara elskaði mig og elskaði mig. Og þegar margir hafa gefist upp á mig, hún nú reynda líka alveg gefist upp á mig. Og bara alveg, en hún elskar mig mjög mikið og elskar mig enn. Og pælið í Guð og Jesú, hann er stundum að missa sig yfir okkur. Þótt að við gerum alls konar hluti, klúðrum hluti, föllum og ljúgum og stelum og svíkjum fólk og gerum alls konar, þá veit hann virðið okkar. Og við töpum ekki, verðmatið okkar minnkar ekki. Þótt við gerum alls konar, segjum hluti og göngum í gegnum hluti og þá minnkar ekki verðmatið okkar. Verðmatið sem að Jesús sett á okkur þegar við birtumst hér í heiminn. Og mér finnst svo góð mynd með þessa ást sem mamma hefur gefið mér. Og það er alveg eins með Ingu mín og við þekkjum þetta allir foreldrar. Og Inga, þú fyrirgefur mig. Inga dó. Hún var tekið með bráðakeisara. Hún vill ekki segja frá, hún var tekið með bráðakeisara vegna þess að það var mjög tæpt með mig. Ég hætti að slá og ég þurfti að lífga mig við. Og Inga var tekin bara 1 og 10 og ég sá hann ekki fyrir mörgum klukkutíma seinna. Og þá sá ég þessa yndislega rauðhærðu veru, mannesku, sem ég fekk í fangið og ég var ennþá hálfblind. Og ég bara, vá, hvað er lagið með hana? Og svo var ég bara svæfð og sólarhring seinna hætti Inga að anda vegna lækna mistaka. Og hún þurfti að berjast fyrir lífi sínu. En vá hvað ég elska þessa stelpu og þennan töffara sem barðist fyrir lífinu. En djöfullinn var ekki ánægður með þetta. Hann vildi stoppa löggerðarleiðtogann. Og það er eins með okkur öll. Það er áætlun yfir líf okkar og óvinnurinn okkar, djöfullinn, Satan, myrkra höfðinginn, hann er ekkert ánægður með þá tónlist sem þú átt eftir að skrifa, myndirnar sem þú átt eftir að teikna, sögurnar sem þú átt eftir að segja, fólki sem þú átt eftir að biðja fyrir, fólki sem þú átt eftir að vitna fyrir. Djöfullinn er ekkert ánægður með það. Allt fólki inn á kaffistofu sem eftir að fá brosið og faðmlag. Fólki sem er búið í meðferð, eða hvar sem er. Óvinnurinn okkar, óvinni Jesú, myrkra höfðinginn, hann er ekkert, hann er bara í því að reyna að segja þér að þegja eða hvað þú ert ómögulegur og þú ert einskis virði. Að þú ert bara byrði á fjölskyldunni. Foreldrar þínir skammast þín fyrir þig. Hann er meiri í þeim bransa. En Jesús veit hversu verðmætur þú ert og verðmæt þú ert. Að það minnkar ekki. Þess vegna var mér svo góð saga með hann að kennara. Og þessi mynd í sambandi við bankið í hjartað þitt eða sálina eða hjartað. Hlustaði eftir því og líka það sem kom fram á þann að stundum þurfum við bara að setjast í ró ein og bara hlusta inn, biðja, lofa Guð og hlusta. Hvað hefur Guð að segja? Hver er mitt virði? Hvað er það sem ég hef gaman að? Hvað er það sem hvaða gjöf er það sem Guð lagði í hjarta mér, í sál mína, í huga mér, í líkama minn? Við erum mikils virði, þú skiptir máli, þú hefur áhrif. Og eitt af því sem ég er svolítið hvatvís og ég man foreldrar mínir
fengu áfall, nýfrelsuð, og þá kom útlendingur hérna og var að predika og ég fór fram til fyrirbæna og ég var með alls konar svona óðnæmi. Eitt af því að ég gæti ekki borðað egg og svona mjög snöggt. Ég var semst misnotuð sem barn, 4 ára gömul, þá var ég misnotuð af frænda mínu og fór náttúrulega algjörlega rústaði minni sjálfsmynd og sjálfsvirði og ég lendi aftur í misnotkun þegar ég er unglingur. Þannig að ég var öll svona brotin og brömluð og ég var bara alveg, mjög skrítin og gagnvart sjálfum mér og líkamannum mínum og svoleiðis. Nema þegar ég frelsast og það upplýði bara svo mikla lækningu og ég mér stóð svo geggjað. Og nema hvað það beðið fyrir mér og ég bara upplýði svakalega fyrirbæn. Og ég upplifði mig á flökurt og mér bara gat alla anda og það þurfti svona anda, ég fór næst í oföndun þegar var að biðja fyrir mér og svo bara bað hann bara brautarandi yfir mér og bara svona Jesú nafni og bara ertu laus frá þessari skömm, talandi þekkingarorð, þú ert laus undan þessari skömm og hann vissi ekkert hvað ég hefði gengið í gegnum og ég bara fann hvernig skömmin fór. Að ég hafði búið upp á það var þessi sem misnotaði með unglinga, hann sagði, þú segir ekki frá það, þú baðst þetta. Það var skilaboðið sem ég var kvödd þarna með. En ég losnaði undan skömm og ég var svo frjáls og mér leið svo vel og þegar ég kom heim, þá á leiðinni heim kom ég í sjoppu og keypti mér rækjusamloku með eggjum. Ég var alveg sannfærð að ég fengi lækningu, mér langaði svo að borða egg. Og ég fór heim, borðaði eggjasamlokuna og svo var ég bara, ég var laus. Ég enn að borða egg. Þannig að ég fekk líkamlega lækningu út frá skömm, það var svona ofnæmi sem ég var með, að ég fekk líkamlega lækningu þegar sálin fekk lækningu. Mér fannst þetta svo geggjað. Nema hvað, þá var Stöð 2, við erum að tala fyrir 30 árum síðan eða eitthvað. Og Herdís, það var einn sem var hérna í kirkjunni og hún vildi endilega segja frá þessu. Þannig að kom fréttamaður hérna frá Stöð 2 og vildi taka viðtal við mig þennan atburð og ég var eitthvað svona, ekki ykkur hérna í veginu sem vilja segja frá og fullt af fólki að fá lausn. Nei, það bara enginn sem þorir á Stöð 2 og segja frá það var rekið út af þeim eða þeir elskaði Jesú svo mikið að þeir losnuð undan þessu. Og ég bara, já, ok, ég skal, ég meina, þetta alveg geggjað. Vil ekki allir heyra þetta? Ekki foreldrar mínir. Ég fór semst á Stöð 2 og sagði frá því hvernig Jesús hafði læknað mig. Og hvernig skömm hafði vikið og ég fengi líkamlega lækningu. Og ég var nýrri vinnu hjá IKEA og þannig fólk var svona rétt að byrja að kynnast mér og það var alveg bara, hæ. Og ég var alveg, já, hæ, varst í sjónvarpinu, já, fannst þetta ekki frábært? Jú. En fólk fannst þetta ekki jafn geggjað á mér en mér var svo sem bara sama. Ég var bara yfir mig ástfangin og enn yfir mig ástfangin af Jesú. Og ef einhver hefur eitthvað á móti þessum ráðahag á milli mín og Jesú, þá verður bara að eiga það við Jesú. En fyrir mitt leyti, þá bara elska ég Jesú. Ég elska hann sem mannin sem labbaði hérna á jörðinni. Ég elska hann sem son Guðs. Ég elska hann fyrir hann er lausnari minn og lækniri minn. Hann er vinur minn, hann passar upp á mig og ég vil ekki hafa neinn annan í mínum bát nema Jesú. Og mér fannst líka gott þegar Finnur var að tala með stefnuljósi að ég heyrði líka daginn, ég ætla að enda með þessu, að það er saga, önnur svona saga, og þá er það ef að líf þitt væri bíll, hverjir eru í bílnum með þér? Er Jesús í bílnum þínu? Og hvar er hann í bílnum þínum? Er hann kannski bara í skottinu og svo bara keyrir hinga á mándum og svo hérna fyrir utan þá ferðu og opnar skottur. Já, Jesú, komdu, við erum að fara í United, komdu með. Og svo lofum við Guð og tökum út orðina og svo fer út í bíl og bara, nei, við erum út að fara í skotti, kallinn, og inn í skott. Og Jesú bara verður í skottinu fram á næsta mánudag. Eða er Jesú kannski í framsætinu hjá þér? Er hann þar að spjalla við þig og ræða málin og eitthvað svoleiðis?
En svo heyrði ég það sem að myndi mig svo á þegar Finni var að tala. Hann kannski í bílstjórasætinu að keyra og þú situr aftur í, en bak, hvað erum við kallar aftur, maðurinn minn kallar mig stundum, þegar maðurinn minn að keyra aftur í bílstjóri, ég svolítið þannig, og maðurinn minn alveg segir það stundum, þegar ég bara, ætlarðu þarna? Veitu, hvað leiði þetta? Ég Hafnfirðingur en ekki hann, og stundum ætlar hann einhverja leið í Hafnarfirði og ég alveg bara, Bjarni, maður fer ekki þessa leið, maður fer hina leiðina. Og bara, akkur ekki á stefnuljós þarna, Bjarni, hei, hvert að fara núna? Og stundum leikur hann sér að því að ég veit að ég að fara heim og þá keyrir hann stundum og svo lítur hann á mig og hlær og ég alveg, líkaminn minn var tilbúin að taka vinstri beygju, þannig að maður voru mótuhjólunum í gamla daga og þegar maður ætlaði að fara í beygjuna sko, og svo bara var sá sem maður var aftan á hjá kærastanum og svo fór kærastinn bara einhver aðra leið og maður fór að beygja sig vilt svo. En kannski það þannig líka þegar við erum komin aðeins lengra að við hleypum Jesú í bílstjórasætið og svo segir Jesú, jæja, nú komin tíminn til að fyrirgefa honum Sigga. Og þú bara, nei, við skulum bara fara aftur hérna til hægri og Jesú segir, nei, við skulum fara hérna, nei, það ekki alveg komin tíma á því. Og það pínlítið meiningin og því sem strákarnir voru að tala um. Maður bara treysti Guði. Það bara þegar maður eignast trúna og maður bara ákveður, heyrðu, ok, ég ætla bara að treysta Jesú og smá saman kynnumst við betur og betur og ég fer svona smá saman að hleypa honum meira og meira inn í líf mitt, alveg svo þegar ég kynntist manninn mínum. Hann fekk ekki bara leyniorðið á Facebook og bankareikningum mínu strax, við þurftum nú að kynnast aðeins, en svo eftir við giftum okkur þá, það var bara, eða reyndar að lunga á hann og giftum okkur, þá var ég, vissi alveg hans Facebook aðganga og hann hjá mér og hann vissi öll lykilorðin mín og ég hans og þannig að smá saman, þetta gerist ekki 1, 2 og 3 og það eins með Jesú, finnst mér, nú ég að segja bara mín persónulega göngu, þannig ekki fá áfall yfir því að þetta verður að vera svona hjá þér, en svona var þetta hjá mér, að ég byrja að hleypa Jesús meir og meir inn í líf mitt og stundum kom bakslag og ég bara, þetta alltaf hratt, þetta vont, ég er ekki tilbúin að hleypa honum inn í þetta herbyggi eða ekki alveg inn í framsætið og svo ætlaði hann kannski að fara að opna hanskahólfið og ég bara, nei, ekki alveg strax, við skulum aðeins bíða og svo benti hann kannski aðeins seinna og segja, alveg, ef að kíkja í hanskahólfið og þá ég búin að ganga með Guði aðeins lengur og treysta honum aðeins betur, þannig ég segi, ok, tökum hanskahólfið, tökum alla vitleysingarna, segi það að fyrirgefa á þess að lemja þá og ég búin að fyrirgefa fullt af fólki í staðan fyrir að meiða það og það getur þú líka en það hefur tekið á, skal ég segja. Heyrðu, en takk fyrir þetta yndislega kvöld, takk Finni, takk Arnar að hleypa okkur aðeins inn í líf ykkar og ég veit, Linda, þú ert með þekkingarorð. Ekkert bank hjá þér. Ég held að það sé bank. Það eitthvað þekkingarorð og þegar ég segi það, þá ég að meina það að við erum búin að vera að biðja fyrir sér samkomu og það fólk inn í salnum sem hefur spurningar og það veit svar við. Eða þá þeir að glíma við eitthvað og heilaður andi veit að því og svo erum við búin að biðja og við svona upplifum býttu, getur verið alveg svo hérna í byrjun. Getur verið að sé ykkur að glíma við skömm hérna? Já, kannski. Linda, þú ert með þekkingarorð. Og þetta svona bank í sinni skýrustu mynd að nú heilaður andi að banka í hjarta þitt. Amen. Svo gott þegar Guð talar, ekki satt? Ég heyrði bara heilaðan andi að segja að hann elskar þig. Og það einhver inni sem búin að vera með svo miklu togstreitu og baráttu út af fortíðinni. Þú ert erfitt með að fyrirgefa þér. Og málið það, elsku vinir, að lausnin kemur ekki fyrr en við fyrirgefum okkur sjálf og treystum Guði. Alveg sem við erum búin að vera að heyra hér, alveg, þú veist, í takti í kvöld.
Og ég trúi bara að það einhverjir hér, kannski fleiri en einn, en Guð vill sýna kærleika sinn. Og kærleikur hans ekkert eins og okkar kærleikur. Það svo magnað og sterkt og yfirnáttúrulegt. Og með þessum kærleika þá kemur lækning. Og við tölum ekki tóm orð, við erum búin að fara í gegnum, ég persónulega eins og Leifi og fleiri og þið sem sitja hér. Lífið oft töff, en Jesús hérna til að mæta þér. Við erum búin að tala mikið dyrnar, banka á hjartað og dyrnar. Vá, finnið þetta. Jesús raunverulegur. Þetta ekki bara einhver okkar orð, þetta Jesús sem kemur og hann vill sýna sig máttugan og sterkan í þínu lífi. Og ef það efi í hjartaðinu, komdu þá upp, leyfðu Guð að snerta við þér. Það ekki gegnum okkar hendur eða þeir sem í fyrirbön, það heilagur andi sem kemur. Við erum bara kér sem Guð kemur og hann hér. Þannig við skulum gera eitt, við skulum bara loka augunum og lyfta höndum upp og ef það bank í hjartaðinu, komdu þá bara upp. Við erum bara fjölskylda, kæru vinir. Hérna fjölskylda Guðs. Þannig komdu. Jesús, komdu við líf okkar. Eða bank í hjartaðinu. Leyfðu honum að koma inn. Það segir hann stendur við dyrnar og bankar. Hann knýr á, segir meira segja. Og hans hjarta og hans kærleikur vill koma yfir lífið þitt núna. Þannig við skulum bara standa upp. Og þeir sem finnið þetta, komið bara fram. Verið bara fljóta að koma fram. Þeir sem í fyrirbæni, endilega komið. Við skulum leyfa heilugum anda að gera sitt verk. Það það sem hann bestur í. Að nærvera hans svo mögnuð. Sama hvað það í lífið þínu. Að Guð bankar á hjartað og hann úthellir kærleika sínum yfir lífið þitt. Hann kemur lausn og hann kemur lækningu. Leyfum honum að gera það. Heilagur andi, komd þú, gerðu þitt verk. Ef við vantar lækningu líkamann, þá Guð líka lausn og læknari. Komið þið fram. Ef þú þekkir ekki hann, komdu. Því að hann vill bara sýna sig máttu í þínu lífi. Halleluja.